Arnhildur Pálmadóttir, arkitekt, var útnefnd borgarlistamaður Reykjavíkur 2026 við hátíðlega athöfn í Höfða í liðinni viku. Nú, útnefningin heiðursviðurkenning einstaklings sem með sköpun sinni hefur skarað fram úr og markað sérstök spor í íslenskri list, að þessu sinni byggingarlist, eins og segir á vef Reykjavíkur borgar. Velkomin, Arnhildur. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hér að Rauðaborðinu og til hamingju með þennan heiður og þessa vegsend. Takk kærlega. Áður en við förum lengra, eru allir sammála að arkitektur sé list? Þetta stóra spurningin. Ég held að hafa verið stofnendur Bauhausskólan sem vildu meina það og þetta væri móðir allra listgreina. Já. En þetta er náttúrulega, það er ekki allir sammála kannski. Sumir eru náttúrulega með tækni áhersluna og vísinda áhersluna, en ég held að það rótin í verkefnunum okkar eru hugmyndir og hugmyndir hvernig við sjáum fyrir nýja heima og ég held að það verði alltaf að tengjast list, það sé alltaf list í því. Já. Þannig að Ragga Gísla var borgarlistamaður á undan þér. Já. Þannig að það sýnir að skópið er breytt. Skópið er breytt. Já. Það var náttúrulega rosalegt að vita þegar ég fór að kanna hverjir hefði fengið þetta undan mér. Þetta eru svo mikið legend þarna undan. Já. En skópið er einmitt mjög breytt og þetta er í fyrsta skipti sem arkitektúr eða byggingarlist er valinn. Já, er þetta í fyrsta skipti? Já. Hörður Ágústsson var fyrir, ég heit ekki 30 árum, en það var rauninni vegna sem var myndlistamaður. Líka, en hann var arkitekt líka og það ég held að þetta sé bara tímabært og mikilvægt innlegg í það að við þurfum að tala meir byggingarlist. Ég meina það er ekki nema 20 ár síðan að við fórum að kenna hann á Íslandi, hönnun og arkitektúr og ég held að við eigum svo margt bara ólært í að tvinna inn í það sem við erum að gera og umræðina, að við erum bara enn að læra það svolítið því að aðra þjóðir náttúrulega hafa verið með þetta í 100 ára jável. Svo Danir eru búin að kenna í 100 ár og þar er þetta orðið miklu meira hluti af samfélaginu og við þurfum bara, ég vona þetta ítið aðeins undir það að við reynum að átta okkur á því, þetta þarf að vera það meira. Áhugavert. Þú ert stelpa að norðan. Já. Ég er frá Húsavík. Já. Foreldrar minni frá Akureyri og Húsavík. Já. Varstu ung farin að veita umhverfið þínu athygli? Já, ég er alin upp af tæknifræðingi og sem hafði alls konar áhugamál, flög engaflugulum og ísundarnir voru að einhverja malarhauga og drenmöl og alls konar svo leis og svo var móðir mig líka, kemur úr listfengri fjölskyldu, var sjálf í leikhús lífinu og svo leis, þannig að það hefur alltaf haft verið með fæturnar á tveimur báðum pólunum og blanda þeim svolítið saman í dag og ég var að rifja upp í gær, ég byrjaði að smíða kofa þegar ég var lítil. Var hann öðruvísi heldur inn í kofanir og með að spyrja? Nei, kláraði hann nefnilega ekki alveg, ég fór að hugsa að hverju kláraði hann ekki, það vantaði held í byggingarefni en já, ég hafði alltaf mikið áhuga á þessu og bæði ég blandaði mig mikið saman vísinda og tækni áhuga. Ég ætlaði að verða flugmaður í upphafi, ætlaði að vera geimfari reyndar líka, hafði mikið áhuga á geimnum. Já. Þannig að ég hafði vísinda áhuga og lærði mitt svifflug fyrir fermingu á Melgerðismelum. Já, það. Og þannig þetta hefur alltaf verið ein hluti af mér og svo hef ég alltaf haft gaman að teikna og ímynda mér, skrifa sögur og ímynda mér eitthvað. Þannig að ég held að þetta bara hafi blandast svolítið saman bara og það lýsir sér svolítið í verkefnunum mínum núna að þau eru snúast tækni og náttúrulega í vinnunni sem arkitekt bara mjög mikið, ég vinn með verkfræðingum og við leysum byggingatæknilega hluti og svo í tilgátuverkefnunum sem er eins og hraunverkefnið okkar lavaforming þar sem við erum að ímynda okkur glóandi hraun sem byggingarefni framtíðar. Einmitt, að ímynda sér, það er stórlega vanmetið. Já. Frakkarnir segja núna að við erum komið nóg að verkfræðingum, við þurfum fleiri skáld af því að við þurfum að ímynda okkur breytingarnar sem að þurfa að verða á samfélaginu til að þeir geti orðið. Það byrjar með því að við ímyndum okkur. Algjörlega. Það er það sem að skiptir svo miklu máli í arkitektúr og það er það sem ég held að tengi svo mikið listin. Og
við þurfum að sjá fyrir okkur breyttan heim að því að öll kerfin, ef við erum að vinna innan kerfa sem eru hér í dag í gangi eins og í mannvirkjagerð, þá bara erum við svolítið föst og þess vegna sko, fannst okkur svo mikilvægt með hraunverkefninu að ímynda okkur þannig að framtíðar heim þar sem allt væri í rauninni, við gátum breytt öllu, við gátum nákvæmlega ákveðið hvernig hlutinni væri og sjá það fyrir að því að þá auðveldara fyrir fólk að svona nálgast það og sjá fyrir sér að hlutinni þurfi kannski að breytast. Og við vinnum einmitt mjög mikið með þetta, ég meina öll verkefni arkitekta eru ímyndaður heimur, hann er náttúrulega ekki til og þá fer maður að velta fyrir sér má hann þá ekki bara vera svolítið róttakari og meiri sátt við það sem að náttúran og fólk þarnast í umhverfi sínu og þess vegna erum við svona svolítið að leika okkur með það að taka þetta svolítið lengra. Er allur gangur á því þegar þú hannar eitthvað og sér það fyrir og teiknar það og svo verður það að veruleika er allur gangur á því hvort veruleikin verður í líkingu við það sem þú sást fyrir eða kannski bara töluvert frábrigðin? Já, ég held allavega í svona venjulegum hefðbundum verkefnum þá reynir maður að sjá fyrir einhvern endapunkt en að því að við vinnum að því við vinnum innan kostnaðaráætlana og tímaramma í þeim verkefnum þá skiptir svo miklu máli að búa sér til svona plan A, B og C í hefðbundum verkefnum arkitekta ertu kannski bara með plan A og það er bara að þú kaupir klæðningun í Bíkó eða húsasmiðunni og þú byggir þetta með mótum verktakans og allt þetta svona hefðbundna þar sem að því að okkur langar að reyna að gera þetta eitthvað aðeins öðruvísi og reyna svona aðeins að búa til sterkari sögu bak við verkefnin þá erum við oft með aðeins metnaðarfyllri áform og viljum endurnýta byggingarefni aðalega til að varpa ljósi núna á það að það er svo mikið verið að kasta og sóa og eru svo miklu möguleikar í efni sem eru flokkuð sem úrgangur. Og ég var kannski ekki búin að skjóta því nægilega vel inni fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur sem þekkið ekkert til Arnhildar að hennar hugmyndir eru svona, þær hafa helst og ekki athygli fyrir sjálfbærni, nýtingu auðlinda og annað í þeim dúr. Afsakaðu ég bara svona skjóta því inn. Að þannig að einmitt að við erum alltaf með þessi markmið fyrir verkefnin við kannski við erum alltaf með markmið og þau eru ekki að gera umhverfisvænasta húsið eða að því það er bara ekki hægt það er engin mannvirki umhverfisvæn þau eru alltaf að hafa áhrif umhverfið en að segja einhverju sögu og benda á eitthvað og í þessum tveimur með húsum sem við hefum gert nýlega þar höfum við svolítið verið bara að benda á að það er rosalega mikið af úrgangi sem fellur til og þá höfum við verið að nýta okkur það og það er kannski plan A hjá okkur en auðvitað erum við vegna kostnaðar og tíma áætlana með plan B til að við viljum ekki riðla verkefninu, við viljum að verkefni gangi vel og það er ekki góð saga ef að þau taka lengri tíma og eru líka dýrari þannig að við reynum svona í þeim verkefnum að hafa alltaf tilbúin inn í tímalínunni eitthvað annað en við höfum sem betur fyrir alltaf náð svona að gera plan A til B og ég vann líka á verkfræðistofum áður en ég fór í arkitektanámi sem bætir enn ofan á þetta með að ég skil líka svolítið mikið hina hliðina svona og við vinnum mjög náið með verkfræðingum strax á upphafi í verkefnunum okkar í staðinn fyrir að láta þá Þannig að það er ekki síður mikilvægt fyrir þig að vera jarðbundin. Já, það er mjög mikilvægt líka. Og oft er sagt að bestu listamennir séu þeir sem hafi góða jarðtengingu. Já. En þú nefndir húsin 2, þá ertu að tala Háteigsveg 59 íbúðakjarnan þar. Já. Nú erum við ekki aðstöð til að sýna myndir en hvað er til dæmis öðruvísi við það hús heldur en hús flest? Já, það var einmitt verkefni fyrir félagsbústaði og þau eldu til samkeppni, svona bara mjög opin samkeppni sem er mjög flott að gera vegna þess að þá fá kannski ungar stofur, nýjir arkitektar tækifæri til að taka þátt og við vorum með það, ég kom með það hugmyndafræði að við myndum bara reyna að lækka kolefnissporið í verkefninu eins og hægt væri innan kerfana sem er í gildi, kostnaðar og tíma og annars og endurnýta eins mikið efnum og við gætum og svo í rauninni að vinna í sátt við lóðina sem að var svona það voru þarna krakkabúnir að mótmæla fyrri byggingum sem eru þarna. Þetta er eðilega sleðabrekkuna og við vorum svona að velta fyrir okkur hvernig við getum látið húsið svolítið verða kannski pínu stolt þarna. Og þá hófust við bara handa í rauninni og ég vinn þetta bara eins og venlegt verkefni nema ég set alltaf þessi plana A, B og C þarna inn í og reyni að ná háleita markmiðinu og við náðum þarna að
lækka kolefnissporið bara á alveg hefðbundin íslenskri byggingu, staðstiftri með útveggjaklæðningu og að lækka 53% og unnum það með steipuframleiðanduna líka því að þau framleiða steipu sem hefur miklu lægra kolefnisspor en bara mjög lítið notuð. Þannig að það er hægt að gera mjög margt bara strax í burðarkerfinu sem stærsti hluti húsins og svo endurnýttum við í rauninni úrgangsvið frá húsasmiðunni og Bíkó sem að fellur til vegna, það er grámi á henni eða þetta er umbúðar timbur og við notum þetta til þess að klæða húsið utan. Við völdum svolítið góða viðinn úr en notum líka nýja aðferð sem er í rauninni bara, eða er aldagömmul japansk aðferð við að brenna viðinn. Þannig að hann hita meðhöndlast og svo veðrast húsið byrjar að vera kolsvart og það náttúrulega vekur mikla umræðu og svo veðrast af því og það gránar og breytist svona. En já, þetta voru markmiðin að gera þetta án þess að þurfa að umbylta kerfum. Það breytist með tímanum svona eins og við getum kannski líkti við málverk í stofu sem breytist eftir birtunni og öðru slíku. Algjörlega. Þannig að þið finnst gaman að horfa á hús með þessa hugsun. Já, og það var líka pínu tilgangurinn að leyfa fólki að sjá eitthvað annað heldur en álklæðningu sem er alveg eins og hefur bara mismunandi litatón því að hún nefnilega verður ónýtt. Hún byrjar að flagna eða það eitthvað gerist að það er ekki til en klæðning sem að endist að eilífu og það er svolítið svona gaman að augra kannski svolítið fólki með því að horfa upp á þetta breytast án þess þú að skemmast. Þannig að nú getum við verið að nálgast viðkomasta mál arkitekturs í augnablikinu Reykjavík og rifrildið það hvort Reykjavík er orðin ljótborg eða ekki. Er búið að múlbinda þig fyrir hönd Reykjavíkurborgar með því að sæma þig þessari viðurkenningu eða getur við talað frjálst? Já. Þú lítur að hafa fylgst með þessu rifrildi að þéttingin hafi verið of mikil, það sé of mikið dauða, tóna og svo framvegis. Getur þú sagt mér hvað það finnst? Já, þétting er góð upp að marki af því að með því að þétta það er hagkvæmara náttúrulega að nýta innviði sem er til staðar og þú sér meira fólk ef þú ferð út á götuna í þéttari borg en það eru takmörk fyrir því hvað má þétta. Og finnst þér að það hafi verið gengið of langt? Já, í ákveðnum stöðum hefur verið gengið of langt í algjörlega. Viltu nefna hvar? Það er kannski eins og Vesturvin og það hafa margir arkitektar fjallað þetta. Það er kannski já, það er Hlíðarhagi? Já, ég meina þar eru til dæmis kannski einhverjar innhotna íbúðir sem ætti ekki að vera eins og þær eru, sem eru á dimmar. Þetta í rauninni allstaðar þar sem að fólk er ekki að fá birtuna sem þarf til að þrífast og sem betur fyrir komið núna ný viðbót við byggingarreglugerðina það þarf að taka líka tillit til útsýnis af því að það er ekki nóg að þú sért með glugga, við líka hönnum íbúður svo leiðinlega eða svona óspennandi þegar þetta er yfirleitt alltaf sama 5 herbergi íbúð og þó 3 herbergi íbúð að 2 eru eins nema það er bara fleiri svefnubergi þú ert bara með hennan kropp í miðjunni sem að eldhúsið er innst og svo er stofan og svo er yfirleitt eini glugginn oft í allrýminu og svalir fyrir framann og svo ferði íbúð sem er ennþá stærri en eina sem stækkar í rauninni það fjölgar herbergjum í kring en þú ert kannski komið miklu fleiri íbúar sem að börnin vilja bjóða vinum heim og einhver er að elda og það þarf einhvern veginn bara að auka fjölbreytileikann í íbúðuna líka en þéttleikin hefur einhvers staðar verið góður og einhvers staðar verið slæmur og þetta er blandað mörgum, þetta eru deiliskipulags það er búið að fjalla mjög mikið þetta og það er mjög mikið gáleitt búið að koma fram þetta og það þarf auðvitað bara að vanda það að það sé ekki verið að byggja þannig að þú hafir ekki útsýni, að þú fáir ekki inn birtu og svona einhver útisvæði og annað þurfa auðvitað að vera alltaf þessi grænu svæði í það sem þú getur reykst á nágrann. Svo er þetta sem að bílakjallara, þú kemur upp úr bílakjallaranum og fer beint inn í íbúðina þína. Það er auðvitað miklu betra fyrir sálartetrið sem við þurfum nú að fara að sinna mjög mikið núna, þetta er að vera stærsta heilsufarsvandamáli, það er að hitta fólk og sjá fólk og rekast á fólk og oft þarf maður aðeins að stýra því og pína fólk til að horfast í augur en þegar maður leitar í að kannski ekki gera það. Og svo er allar þessar rannsóknir sem sýna fram á að fólki líður verr ef það er bara með grátt í kringu sig, ekki grænt og blátt og himinn og gróður og allt þetta.
algjörlega. Þú þarft, það eins og kemur fram í svona nýju byggingarreglugerð, þú þarft að sjá jörð og milli og svo þarft að sjá eitthvað upp í himinin, líka bara til að vita hvort það dagur eða nótt eða sumar eða vetur eða þannig ég held að mikið af þessum vandamálum okkar andlegu vandamálum eru vegna þess að við sjáum ekki mikið af fólki, við erum lokuð í einhverjum blokkum einhver staðar í einhverjum útkvörfum þar sem við erum erfitt með að labba þangað sem að við getum, það alveg hluti að þessu, það verið að vinna mjög mikið rannsóknum þetta núna sko. Og þannig ég trúi heldur ekki alveg á það að byggja mikið og stórt í útkvörfunum og gera hann í hverfi, þú þarft, það tekur svo langan tíma fyrir allt þetta að verða að einhver, það þarf að gera það náttúrulega mjög svona vel og blandað. Svo náttúrulega annað að við eigum ógrinin öll af tómu húsnæði. Það? Já, það ríkið á 20.000 fermetra af húsnæði og þetta er búið að gera rannsóknir á þessu í öllum löndum að það mikið í flestum löndum að næstu 3 árin væri með því að fara bara í endurgerð á því húsnæði væri hægt að leysa töluvert á húsnæðisvandanum. Og ég veit að ráðherrarnir hafa verið að skoða þetta og þetta eitthvað sem var nú held ég á að fara í núna að hluta til. En minnir að ríkisstjórnin hafi imbrað á þessu, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur, en það svona ákveðin ákvarðana fælni í gangi, sko, hefur maður svolítið upplifað. Já, algjörlega. Og það bara meira hugrekki. Miklu meira hugrekki. Og það líka að breyta umræðinni. Ég hef nú alveg orðið vitni svona líka því að það verið að tala að verkefni eins og Brákarborg séu slæm af því þau voru umhverfisvæn. Fyrstulega var það ekki droslega umhverfisvænt. Það var reyndar verið að telja kolefnissporið og reyna svona að vanda sig að einhverju leyti. En vandamálið þar var bara léleg verkefnistjórnun og burðarþolshönnun. Þetta kom ekkert umhverfismálum við. Þannig að en sko hinn mikli kostnaður við breytingarna það oft nefndu til sögunar líka. Já, og þá fyrir fólk að draga línu á milli þess að eitthvað sé umhverfisvænt og fancy og það hljóti verða ógeðslega dýrt. Já. Og þá fer fólk að segja að það er kannski best að við séum bara alltaf með sama kassan, gráa kassan. Það þetta sem að þarf aðeins að breyta því þetta bara alls ekki raunin í alvöru verkefnum annar staðar og mann klæja svolítið í puttana að fara að reyna að koma þessari hugsun meira inn hér af því að verkefni sem eru svona annar staðar eru 30% yfirleitt ódýrari og með 30-50% læra kolefnisspor ef þú rýfur ekki heldur endurnýtir bygginguna og fyrir utan að þú fær miklu áhugaverðari byggingu, áhugaverðari sögu að segja og við eigum auðvitað dæmi svona hús á Íslandi, Marshallhúsið, einhver svona en við þurfum bara að gera þetta í miklu stærra magni og hugsa þetta sem sem bara betri nýtingu á því sem við eigum og það þýðir ekki að fara inn í svona verkefni með gamlar verklýsingar og gamlar aðferðafræði og það ég pínur hrættum að það hafa bara verið farið þó ég þekki ekki verkefni alveg niður í þaula en það var nú gefnara samt út skýrslur þar sem maður gæti svona skoða það eins og maður sér bara þessi verkefni þurfa að vera þannig að þú kemur með þér langi til að gera þetta og þetta þarf að vera, það þurfa öll sem taka þátt í þessu, allt frá stýringunni, verkfræðingunum, hönnuðunum og öllu, þurfa að vilja verkefninu vel og vilja láta það hefnast og ég meina við þurfum eins og ég segi, niðurrifs, verklýsingar fyrir niðurrif til dæmis þurfum við algjörlega að breyta. Þetta á ekki að heita niðurrif þar sem við kröppum allt niður, heldur þarf að gera þetta sem svona niðurtektar áætlun eða þannig að við getum tekið heila hluta út úr byggingunum að þannig getum við nýtt þar aftur en við getum náttúrulega ekki að við erum að mylja þetta allt í sundur og svoleið sko. Og ég veit að ég meina það er alltaf auðvelt að rífa á Íslandi og til dæmis í Noregi er byrjað að þrívítar skanna gamla byggingar teikna þessu inn í BIM svona teikniforrit og þá er miklu auðveldara fyrir hönnuði að nýta aftur þá ef að þarf að rífa þessa hluta aftur og það er svo margt sem við getum lært og tekið stærri skref hér og við erum svo lítil að við erum alltaf að vera fyrst og best í svona og reyna að vera meira svona tilraunastofan sem sýnir að þetta gengur upp. En hefur maður skjóta inn í núna, hvað finnst þér hvað við vorum iðin með að rífa alla torrbæjar menninguna okkar niður og hendinni fyrir róða bara á örskotsstundu náðast. Það kannski pínur svona, var kannski einhver svona skömm í því, ég veit það ekki alveg. Mikil skömm. Þannig að það bara ótrúlega sorglegt núna. Er það ekki? Jú,
það náttúrulega og auðvitað bara náttúrulega eðlið að vara þá þurfti að halda þeim við líka og það var náttúrulega oft bara ekki gert og þá bara fjallu þeir saman sjálfur að mörgu leyti. Þetta nú bara vandamál heilt yfir með íslenska hugsun að þurfi peningi viðhald og þurfi að gera ráð fyrir viðhaldi og öðru slíku. Algjörlega. Það einmitt þetta áhugaverða við þetta að við þurfum einhvern veginn að byggingar aldrei eilífar, svo þarf að halda þeim við og ég meina megnið að miklu vandamálunum núna þetta bara lélegt viðhald og svo kemur þetta að það í staðin fyrir að hreinsa til svo flottar aðferði við að hreinsa miklu og vinna með þá samt verið að fara að rífa leikskóla hérna út allt og sem þyrfti ekki að gera. Það væri alveg hægt í raunin að vinna allavega mín reynsla af samstarfi í erlendis svo að það þetta byggja leikskóla úr gömlum leikskóla sem að það voru 2 teknir niður frá 2 tímabilum og endurbyggðir og það var allt mögulegt þar, það var asbest og það var mygla og það var ýmislegt en eins og ég að tala þessar verklýsingar og þessar verkefnisstjórn og skipulagi, við þurfum bara að fara inn í nútíman með þetta. Það þýðir ekki að fara í eitthvað umhverfisvænt verkefni en byggja það á einhverjum svona kannski gömlum aðferðum. Við þurfum að gera þetta upp og nýtt aðeins eða allavega þróa aðeins betur það sem við erum að gera og það mörg fordæmi, góð dæmi með þetta annars staðar sko. Og eins og ég segja, yfirleitt alls ekki dýrara og ekki og yfirleitt þá náttúrulega alltaf með munnlæra kolefnisspori þannig að maður sparar í rauninni. Eru byggingar í lit dýrara heldur en byggingar sem eru ekki í lit? Nei, sko svo svo fyndið að það verið að tala svo alltaf þetta uppbrot og eitthvað þeir verið að redda sér sko, að búið að hanna húsin einhvern veginn frekar basic og þá verið að bjarga sig með að setja rauðarendur og hvítarendur og gularendur og svona. Fyrir mér þá skiptir miklu meira máli að húsið hafi einhverja sögu og sé að segja eitthvað með efnunum. Það auðvitað mjög hagkvæmt núna að panta bara það sem að til í svona katalóginum hjá stóru innflutningsaðilunum og það liggur mjög mikið á lager og það eru ákveðnar tegundir af klæningu í ákveðnum litum til dæmis þannig að ef arkitektin ekki nógu öflugur að vera búin að búa sér til eitthvað skipulag undan það hvernig klæningu hann vilja hafa þá endar hann oft í að vegna tímalínunar og pressu að pikka út bara þessa og svo verður uppbrotið oft annarkvort mismunandi litur af sömu klæningunni eða timbur og álklæning í einhvers konar þannig að ég held þetta sé svona ég veit ekki alveg hvað þetta þegar þetta eru arkitektar þá veit ég ekki alveg hvað þetta en Mér finnst sjálfum fátt skemmtilegar en að labba fram hjá 4 húsum í 4 mismunandi litum með 4 mismunandi liti á þakinu mér finnst það mjög skemmtilegt, mér finnst það líflegt ég býð Þingholtunum ég sé erlenda ferðamenn ferðast þarna frá móti kvölds og bara heillaðir yfir kaosinu og því fleiri litir því, og því mótsagnakendar umhverju því áhugaverðar finnst þeim það en kannski finnst þeim það ekki alltaf jákvætt, ég veit svo sem ekkert það, ég er ekki spyrðið það því en mér finnst bara, ég spyr litin á því mér finnst svona þessi fjölbreytileiki svolítið hafa látið á sjá. Já, ég held þetta sé stundum tímapressa og hvað hægt að fá, þú veist, ef þú ætlar að gera eitthvað öðruvísi, þá krefst það aukins tíma og stundum kostar það meira, stundum kostar það minna. Ég meina klæðningin utan á Háteigsveginn var ódýrari en ódýrasta málmklæðning uppsett, þó að það hefði verið einhverjir að hreinsa steypu af mótatimbrinu sem við notum og þannig að þetta allt svona svolítið spurning undirbúning, spurning hvaða sögu vilt þú að byggingin sé að segja og mér hefur kannski fundist það vanta í mikið af þessum nýbyggingum að það er engin sagasög, þetta í rauninni sama húsi aftur og aftur þó að þessi verið að reyna breyta þessu einhverjum litum samt sko, að því minnst ekki alveg nóg það ekki alveg nóg ef að þú verður í rauninni að hugsa hvar þú ert hvað í kringum og tengja það við það líka og Þingholdin eru náttúrulega svo skemmtilega af því að þau eru bæði gróður og það er misstór og hús frá mörgum tímum og það svo mikilvægt líka núna við séum ekki að rífa steyptu húsin frá 1960 menn svo mokkahúsið og hús sem hefði alveg auðveldlega verið hægt að tvinna við
nýja byggð og nú erum við að fara að rífa Heklureitshúsið síðasta sem að líka ekki flókið að tvinna við en við þurfum að staldra eins við og hugsa bara þú veist, hvað eru að segja með þessu og fyrir utan að það oft ódýrt að rífa þannig að og persónulega sko, svo við klárum aðeins þingoltin það bara dúkkuhúsin sem þú finnur þar þau eru svo skemmtileg þetta er svo það er svo mikil látleysi, svo mikil auðmýkt þetta er bara svo fallegt það er þessi fjölbreytileiki það er náttúrulega ákveðin þéttleiki líka að þú lappar heim á kvöldin og það er alltaf eitthvað líf og þú horfir inn og þú sérð fólk og þú veist þetta skiptir svo miklu máli að sjá fólk að sjá fólk og þegar við erum að byggja útkvörfin erum við oft með svo mikið að bílastæðum og við erum oft ekki endilega með íbúður á fyrstu hæðunum þannig að við sjáum ekki það þarf að vera einhver svona blanda góð blanda þessu öll saman og maður þarf bara svolítið líka að ímynda sér og það er kannski það sem ég er svona að reyna að gera alltaf í mínum verkefnum, ég veit ekki, kannski bara því að maður er svo mikið svona drauma en bara ímynda sér að ég búi í húsinu sem ég er að byggja hvar vil ég taka morgunkaffið og hvar vil ég eins og við gerðum á Frakkastíg núna með húsið þar, Frakkastíg 1 þá eru útskotsgluggar og það er að því að sumar íbúðurnar vísa í suður og hafa þá ekki sjóútsýn endilega sem er í hinum endanum en ef þú situr í útskotsglugganum með bókina þina þá sérðu út á sjóin þó þú sérst, þetta er bara svona kannski líka þetta og ég veit ekki hvort við þurfum bara að vera svolítið duglega að ímynda okkur setja okkur í spor annara sem ætla að vera í notabyggingarnar eða labba heim á kvöldin eða framhjá hvernig umhverfi vil ég hafa þar sem ég er að ferðast Það er góð punkturinn inn í þetta allt sko svona spilar einhver feimni að halda öllu þétt að sér að vera ósynlegur að hverfa, verða ópersónulegur það er svona við þurfum alltaf að varast svona einangrunar stefnu ekki satt Jú, þetta er bara eins og með að maður langar ekkit kannski alltaf í eplið og salatið en maður verður samt að borða það því annars verður bara frörnar maður líkamlega og það getur bara vel verið að arkitektar þurfa að vera miklu duglegri í því að segja fólki hvað þið þarf að því það er það sem við lærum og eigum að vera predika og vera að setja inn í okkar verkefni það er hvað er gott fyrir okkur En eplið enn og skömminni skárra en salatið Já, það er regla smekksatri það er sem er bragðið þannig að maður verður að hafa fleiri epli í arkitektur til að En þú veist, það er það sem að kannski arkitektar hafa ekki verið notaði til og það er það sem að væri gott ef að þróunaraðilar og þeir sem er að byggja myndu fatta að en það þarf auðvitað þá kannski eins og ég kem aftur að þú veist, kannski þurfu bara verkáætlanir, verklýsingar, allir þessi praktísku hlutir við þurfum núna bara að hugsa, eru þeir nútímalegir eða eru þeir til að búa til svona blokkir og svona umhverfi eins og við erum að segja sig ekki nógu gott og þá þýðir ekki bara skammast í afurðinni, þá þurfum við að skilja hvaða kerfi urðu til þess að þetta varð svona og ég held að við getum og ég er að vinna mín verkefni þannig að við gerum allt öðruvísi verklýsingar og við vinnum hlutin allt öðruvísi til að reyna að fá aðra niðurstöðu og það er miklu auðveldara fyrir alla aðra sem vinna með okkur kannski að skilja þá býtu þetta er endapunkturinn og þá þurfum við kannski að fara einhver aðra leið til að komast þangað og ég held við þurfum að þróa það pínlítið betur það er alltaf að breyta kerfunum til að fá aðra niðurstöðu og þess vegna mitt er stundum gaman að ímynda sér einhverja klikkaða framtíð og hvaða kerfi þyrfti til að ná þeirri framtíð. Já, en stjórnsýslukerfið er nú þungt og það sumir segja það sé eins og að breyta fjalli að reyna En svo eins og bara kemur COVID og þá bara þetta breyta öllu. Þannig að þetta er allt mannanna verk og þeir þurfa bara að setja í forgang. Hugarfar. Setja í forgang það sem að skipti máli og svo er þetta alltaf hoppað á eitthvað svona, nú fyrst kom lífsferilsgreiningar krafan inn í byggingarreglugerðina sem er komin í öllum öðrum löndum og hún er í rauninni bara til þess að skilja hvað er við að menga mikið með okkar framkvæmdum og en að vinna hana, það er alltaf verið að búa til svona eitthvað eins og þetta sé allt svo flókið og erfitt að því að þá náttúrulega getur einhver rukkar rosalega mikið fyrir að gera þetta en þetta er í rauninni þetta er ofta ekkit mikil viðbót við þurfum bara líka svona skilja þetta er kannski pínu nördalegt að vera að tala um þetta en eins og með ljósvistina að það sé allt í hennu ferð að flækja eitthvað það er ekkit, ef við gerum þetta bara frá upphafi og einmitt notum einhverja nýjar aðferðir og í dag erum við með tækni sem að getum einmitt notað í eitthvað svona en ekki
að búa til fallegar myndir eða eitthvað, þú veist, svo, gervigreindina sko. Þannig að það já, við þurfum bara aðeins svona ákveða hvert við erum að fara, hvaða kerfi þurfa að breytast og hvernig viljum við ná þessum nýju breyttu aðferðum. Hvernig hefur þú náð að varðveita byggingarefnið í framburðinu þínum? Þú segir bara nota, en bara eins og þú búir enn á húsæði. Ég veit ekki að hverju, sko. Ég er búin að búa 8 ár í Noregi og ég er búin að búa á Spáni og þetta er bara fast í mér og ég fatt þetta ekki. Fólk nefnir þetta oft þegar það tala um mig. Svo heyri ég viðtöl við mig og það vá, þetta er rosalega áberandi. En ég veit ekki. Þetta er náttúrulega fallegt, sko. Þetta er auðvitað mjög fallegt. Mjög fallegt. Þetta er eina rétta. Sem mývetningur. En frakkastígur 1. Já. Hvers konar prótíð er það? Það er, sem sagt, náttúrulega Háteigsskóli var fyrir í rauninni Reykjavíkurborg eða fyrir félagsbústaði og var, sem sagt, svona svolítið fallegt líka poetískt verkefni að var fyrir fólk sem var að flytja heiman í fyrsta skipti og er með minniháttar fötlun og voru rauninni að sleppa frá foreldrunum og fá að búa inn og svona og þannig að þetta var svona mjög gaman að vinna það verkefni líka bara svona félagslega og svo í rauninni þá er náttúrulega var áhugavert, er hægt að gera þetta líka bara svona í engaframkvæmd og Iða fasteignaþróunarfélag með Björt Ólafs fyrrverandi umhverfisráðherra í forgrunni, hún vildi gera svona verkefni og þá þetta er lítil lóð á horni Frakkastígs og Skúlagötu og það er mitt svolítið áhugavert að sko, það er svolítið gaman að það átti að vera rosalega stór bygging þar, þetta er bara við hliðin á skuggakörfisturnunum og íbúarnir börðust svolítið fyrir því að þetta massin yrði minnkaður í deiliskipulaginu og byggingin er í rauninni bara að fylla svolítið út í þann massa og trappast svona niður á móti tónlistaskólanum á bakvið en við ákváðum að setja svipuð markmið og Háteigsvegi, við ætlum bara að lækka kolefnissporið eins mikið og hægt við ætlum ekki að nota neinar opinbera vottanir, heldur bara að nýta okkur öll þessi kerfi sem eru til þar sem við getum gert bygginga betri og nýta byggingarefnis mikið og hægt væri og við náðum að fara neyri 56% lækkun, við vorum með 53 í Háteigsveginum, þannig að við vorum svona berjast við að reyna og þetta er auðvitað líka til að veita pínu aðhald, ég vinn mjög mikið með HMS, þau eru virkilega áhugasum þessar breytingar og vilja mjög mikið gera til að koma þess inn í byggingareglugerðina að það setja kannski þak á losun sem sýnir sig auðvitað núna í þessum okkar verkefni sem eru bara venlega verkefni að það er alveg hægt að ná því niður og að þetta hjálpa líka allt í okkar alþjóðlegu markmiðum sem við erum alltaf að brjóta í en þetta verkefni mitt var að við líka unnum mjög mikið með steipuframleiðandunum, bæði steipustöðin og BM Vall og þar það að nota steipu, blanda og lækka sementsmagnið og það er náttúrulega þar sem stærsta sporið lækkaði en svo unnum við skoðum ég skoða bara alls konar hluti, úrgangsstrauma og maður finnur kannski málmar úr áhugaverðir þarna því að það þurfti í raun að verja húsið kannski svolítið fyrir vindi og álægi og þá fór ég að skoða það hjá Vegagerðinni, þeir nýta mjög vel sitt sín skilti og svona hluti sem þeir eru með en það voru þarna vegriði sem hefði farið bara í brennslu erlendis og við ætluðum í raun að klæða allt húsið með vegriðum af því að það þurfti ekkert að gera við það að snúa þeim og nota sömu festingar, gött og voru en svo reyndar fóru þeir, það bara tímalínan líka gaf okkur ekki svigrúm fyrir það, þannig að við erum að líka nota endurnýta álklæðningu sem að við snýrum öfugt af því að það voru skemmtir í litnum á bakhliðinni og þannig að við notum bakhliðina og snýr fram og beigðum hana svona á hvern hátt, þannig að þetta er líka bara svona, þetta er ekki markmið að vera umhverfisvænasta og frábærasta hús á Íslandi, heldur meira að varpa ljósi á hvað er hægt að gera og fá þó líka áhugaverðara útlit og hægt að tala það. Það er hægt að segja sögur af því og þetta er frá til dæmis hluti af vegriðunum frá Fnjóskabrú fyrir norðan og svo frá Þjórsárbrú. Er svona hægt að bytja Fnjóskabrú, ertu að tala um þetta er í kringum þar sem að gamla brúin var held ég. Ertu að tala um sko við Vaglaskó eða ég held, nú er reyndar eða Goðafoss. Núna reyndar, nei það er Vaglas, eða það er í gegnum Fnjóskardal, núna þeir eru ferrindar aðeins eða nákvæmlega stæðsningu. Hittir Skjálfandafljót, alveg rétt, ég er að regla. Já, þannig ég eftir að ég þarf aðeins að fá þá reynd, við ætlum að svona merkja það líka inn á þannig að, og svo er hlutavegurinn frá Fífuhvammsvegi, í Kópavogi, þannig að þetta er svona pínu,
sögur að segja og vegurinn eru þannig að það reynir bara að nota það eftir eins og þau voru, sem líka þetta með endurnýtingu að ef við erum að bræða og með orkufrekum aðferðum þá náttúrulega það ekki mjög umhverfisvænt heldur, þannig að bein endurnýting náttúrulega alltaf best, en allavega þetta að verða, koma svolítið skemmtilega svona út sem einhvers konar, ég veit ekki hvort það verður eins umdeilt og Háteigsvegur, það náttúrulega ekki svart, þannig en allavega þannig gaman að sjá að innan kostnaðaráætlun og tímaáætlana hægt að gera líka enga framkvæmd í rauninni og íbúðarnir seldust að seljast mjög vel, þannig að Mjög gaman að kynnast þér og þínu verkum. Kæra þakki fyrir komuna, Arnhildur Bárðardóttir, arkitekt og borgarlistamaður Reykjavíkur. Gangi þér vel. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir spjallið, Arnhildur, ekki fara langt, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.